Í dag ætlum við að tala gervigreind. Hvað hún eiginlega? Gervigreind tækni sem getur lært af gögnum og reynslu. Hún getur greint mynstur, svara spurningum, búið til texta, myndir og tónlist og jafnvel hjálpað okkur að leysa vandamál. En þó hún virðist ofta snjöll, þá hugsar hún ekki eins og manneskja. Hún lærir aðeins af því sem henni kennt. Þess vegna mikilvægt að við lærum að skilja þessa tækni og það kallast gervigreindarlæsi. Að vera gervigreindarlæs merkir að kunna að nota hana á skynsaman, gagnrýninn og ábyrgan hátt. Við þurfum að vita hvernig hún virkar, hvað hún getur gert vel og hvað hún getur ekki gert. Við þurfum líka að kunna að spyrja réttra spurninga og meta svörin sem hún gefur okkur. Stundum getur gervigreind gefið röng eða hlutdræg svör, jafnvel þó þau hljómi rétt. Þess vegna skiptir gagnrýnin hugsun svo miklu máli. Við notum gervigreind sem verkfæri, ekki sem staðgengil fyrir eigin hugsun. Hún getur hjálpað okkur að spara tíma, fá hugmyndir og læra nýtt, en hún getur ekki tekið ákvörðun fyrir okkur. Við höldum alltaf í dómgreindina og siðferðislegu ábyrgðina. Þegar við notum gervigreind í skólanum, heima eða á samfélagsmiðlum þurfum við líka að hugsa öryggi og persónuvernd. Við deilum ekki upplýsingum okkur sjálf eða aðra og við notum tæknina með virðingu. Því betur sem við skiljum hana, því betur getum við nýtt hana til góðs. Hún ekki hér til að skipta okkur út, heldur til að hjálpa okkur að verða skapandi, gagnrýnin og forvitin manneskjur. Mundu, gervigreind klár, en þú ert klárari. Það sem gerir þig einstakan hefnin til að hugsa, meta og skapa með hjartanu og huganum.